Jæja, Aha, þá erum við mættar eins og í vanalega. beina. Já. Allt er svo á að vera, aldrei svo vant. Þetta er bara, gengur þetta bara ákveð lög hjá okkur. Já, það er skemmtilega á þetta atriði. Já, Víkunar. Við vorum mjög glaðar að sjá hérna kosninguna. já, mikið kosið. Já, við vorum, það var mjótt á munum að tala uh, Það var, dharma versus karma eða gervigreind. já, En gervigreindin var ofan á. já, í þetta skipti. Já, hver er sannleikurinn út frá gervigreind eða AI, Artificial Intelligence? Já, og það er, við hefum mikið velt þessu fyrir okkur. Já. Og sérstaklega þegar það sem maður sér gervigreindinni skjót, hún er svona skýst upp hér og þar, sér henni skjóta upp hér og þar. Og oft spyr maður sig, hérna, hvað með mennskuna? Já, einmitt. Hvað með mennskuna Já. og hvar er hún í þessu Já. og er eðlilegt að í rauninni tölva taki yfir þessa mennsku hlið og kemur hún einhvern tímann í staðinn fyrir mennskuna okkar. Og það að tala við gervigreind er það að koma í staðinn fyrir það að tala við fólk. Og þá velti ég því fyrir mér eins og ég sá daginn, það var að þróa geðheilbrigðisþjónustu í rauninni út frá gervigreind. Þar sem þú talar við gervigreindina í staðinn fyrir sálfræðing. Og ég hugsa, hvernig getur það komið í staðinn fyrir þessar mannlegu tilfinningar og er öðruvísi fyrir okkur að tala við tölvu? Er öðruvísi að tala við eitthvað sem er tilbúið heldur en að tala við mannesku? Það er alltaf öðruvísi. Við erum náttúrulega ekki með þessa tilfinningu og það sem gerist náttúrulega þegar við erum að tala við hvort annað, að við erum að tengja orkulega, ekki bara í samtalinu. Við erum að lesa líkamann, við erum að lesa orkuna, við erum að lesa blæbrigði og veltum svona fyrir okkur hvort að það sé raunhæft í gegnum gervigreind. Já, og hvort að þessi orkuskipti, þessar mannlegu tilfinningar geti endurspeglast í raun og veru í tækninni. Eins frábæra hún er í margt. Já, allt sem að við getum afgreitt vélrænt getum við sagt að gervigreindin sé virkilega gott í. Já. Og allt svona, eða góð í, svona grundvallar spurningar hjá fyrirtæki sem þarf að svara eða einhver hjálp sem er alltaf verið að biðja tæknilega aðstoð og annað slíkt, alveg klárlega. Það er bara frábært að geta fengið svör við öllum þessum, eins og segja, tæknispurningum. Og ég heyrti eins og með gervigreindina að setja saman til dæmis einstaklingsmiða námsefni. Það getur verið frábært að hafa allt námsefnið og geta sett það saman fyrir hvern og einn. Svo þegar við komum að hlutum eins og sköpun, þá erum við náttúrulega komin svolítið, að biðja gervigreindina að búa til myndir til dæmis. Við höfum séð kannski myndir af hesti með 3 lappir eða 5 og mikið að drekamyndum í gangi núna á samfélagsmiðlum sem eru einmitt búnar til af gervigreind. Afskaplega skrýtnar myndir af Reykjavík líka svolítið mikið. Það er að poppa upp, sé ég oft inn á svona síðum fyrir, svona heimsóknarsíðum fyrir lönd, eins og ég er náttúrulega inn á mjög mörgum Skotlandssíðum, að það poppa upp myndir af öðru hverju sem að maður veit að eru ekki af stöðunum sem er sagt að það séu. Vegna þess að það er búið að vinna þær með gervigreind. Eða gervigreind bara býr þær til. Alveg eins og það að skrifa bækur eða búa til lög. Og nú getum við einhvern tímann tekið það úr höndunum, þessi sköpunargáfu sem að við höfum og er svo sterk í okkur mennsku. Þessi sköpun er okkur mörgum svo nauðsynleg. Að ég er að sjá það til dæmis að ég er að fá tölvupósta frá höfundum og þá erum við tekið fram, við styðjum ekki þá sem að nýtast við gervigreind í sínum skrifum, sem að er ekkert óeðlilegt því að það er fólk sem hefur atvinnu af þessari sköpun og það er fólk sem að hefur þá og er að tengja oft við mikið af mannlegum tilfinningum og getum við látið gervigreind skapa þessar mannlegu tilfinningar, jafnvel þó gervigreindin geti kannski skrifað
Þetta getur alveg verið skemmtilegt líka, en þetta svona, eins og bróðir minn finnst mjög skemmtilegt að fikta með gervigreind og það hægt að rauninni biðja gervigreind að semja ákveðið lag í ákveðnum stíl. Þú getur valið hvaða áherslu þú vilt hafa í textanum, hvernig þú ert að skrifa, hver eru helstu einkenni þessar manneskju og svo getur þú valið hvers slags rödd þú vilt fá við lagið og gervigreindin bara býr þetta til. Og þá gervigreindin að taka lög og lagauppbyggingar sem þegar eru til og sjóða það saman í lag sem að í rauninni, myndum við segja, stolið í grunninn. Og hún líka að taka rödd einhvers einstaklings sem hefur líklegast ekki gefið leyfi fyrir því og setja þá rödd á lagið. Og það getur, ef þú veist ekki að þetta lag unnið af gervigreind, að þá hefurðu engar forsendur til að meta hvort að þetta í raun og veru manneskjan eða ekki. Nei, akkurat. Og þá sama við alla þessa list, myndirnar sem eru og bækurnar og allt þetta. Þetta allt byggt á verkum annarra og það í lagi. Við þurfum svolítið að spyrja okkur af því. Ég segi allavega sem tónlistarkona sjálf að ég myndi ekki vilja vita því að það væri verið að nota röddina á mér í tónlist sem ég hef ekki komið að því að vinna eða skapa. Akkurat. Og ég vil ekki því að fyrir mér röddin rosalega mikilvægt verkfæri bara til þess að tjá mig og til þess að gefa frá mér orku og ég vil ekki að það fari neitt út með minni rödd sem hefur ekki mína orku með. Og þinn sannleika. Og minn sannleika, akkurat. Og ég held að það sé svo mikilvægt í þessu öllu að við getum fengið að segja og setja frá okkur það sem að við þurfum að gera sjálf á þess að sé nýtt í þessum tilgangi, einhverjum öðrum tilgangi. Já, því það náttúrulega engin lög og reglur eiginlega gervigreind og hvernig hún nýtt. Nei. Þetta eiginlega hálfgerður frumskógur og það erfitt að koma böndum á það líka þegar þetta einhvern veginn svona, þetta svolítið fljótandi, sko. Já, og það einmitt akkurat þetta eins og með eftirlit, eins og bara þegar við erum komin að kannski geðheilbrigðisþjónustu eða annarri þjónustu, hvar eftirliti með því, hver passar upp og fylgja því eftir að þetta sé að skila árangri og þó að séu gerða rannsóknir, hver þá fyrir þá sem að það náttúrulega aldrei neitt 100% í einu eða neinu. Hver það sem fylgir því eftir að manneskjan sé í lagi? Af því hvað gerir gervigreindin þegar að einhver á mjög erfitt? Hún mætir ekki heim til þín og tekur utan um þig. En svo líka býður gervigreindin líka upp á ákveðna möguleika sem að ég set svona ákveðin spurningamerki við og ég held að séu ákveðin þroska þjófar í okkar lífi. Gervigreindin getur til dæmis boðið upp á það að við búum til manneskju eða tökum andlit til dæmis látins ástvinar, tökum rödd látins ástvinar og búum til karakter sem við getum talað við. Þannig í rauninni getum við verið að tala við látna ástvini eða allavega andlitin þeirra og röddina þeirra og svör sem gervigreind býr til og ég spyr mig sko hvað tekur það af okkur í sorgarferlinu og hvernig eigum við að geta komist áfram, sleppt tökum og unnið okkur út úr því sem hefur gerst ef við höfum alltaf tækifæri til að vera að tala við staðgengil manneskjunnar þó orkun hennar vanti. Já. Og við þekkjum það náttúrulega að fólk leitar oft til kannski miðla til þess að komast í samband við látna ættingja en þá ertu líka með manneskjuna með þér sem að að styðja þig í gegnum ferlið og með þér og þetta eitthvað sem að nauðsynlegt þessi mannlega nálgun. Það að geta verið með manneskju til þess að líka þá kannski geta stutt hana í sorgarferlinu til þess að halda áfram. Ég held það verður athyglisvert að sjá hvernig það þróast á næstu mánuðum og árum. Þróunin virðist vera mjög hröð. Já. Og vegna þess að hún svo hröð, þá þurfum við að vera ennþá meira vakandi yfir því hvað sannleikurinn og hvað ekki. Já. Hvað erum við að sjá á samfélagsmiðlum? Hvaða tónlist erum við að heyra? Hvaða myndir erum við að horfa á? Og bara í rauninni allt sem við sjáum skrifað og annað. Við vitum ekki hvaðan það kemur og við þurfum að vera enn meira vakandi en áður. Við þekkjum falsfréttir mjög vel og að það nauðsynlegt að vera vel vakandi og yfirleitt deila í tvo að minnsta kosti með því sem við erum að sjá og lesa. Við þurfum að finna með hjartanu
og við finnum ekkert sannleikann okkar í gervigreind. Nei. Við verðum að æfa ennþá betur í rauninni þetta innsæi og þessa skynjun okkar á hvað er okkar sannleikur. Til þess að skilja á milli hvað við erum að tengja við og hvað ekki. Og við vitum ekki hvað er á bakvið það sem stendur á internetinu, eins frábært og það er. Og það til fullt af rannsóknum alls konar hluti sem og svo margt sem ekki hægt að rannsaka. Og við vitum ekki hvað er á bakvið alltaf. Því það eins og segir, það ekki stjórn, það ekki neitt ákveðin rammi í rauninni í kringum þetta. Þannig að við þurfum að æfa þennan vöðva, getum við sagt, sem innsæið og sem hjartað og þessa skynjun okkar á því hver sannleikurinn. Já. Sérstaklega það sem við getum alveg eins verið að lenda í því að við erum að fylgja einhverju ákveðnu fólki sem okkur finnst gaman að hlusta og tala. Í okkar dæmi höfum við verið að fylgjast til dæmis með Pam Gregory og við hlustuðum Tim Wilde og Rebecca Campbell og ýmsa þessi Jasmine Boland og þetta sem við höfum fylgst með og hlustað á, okkur finnst gaman að hlusta á. Með tilkomu gervigreindar, ef að myndbandir ekki postað beint af samfélagsmiðlega vefsíðu viðkomandi manneskju sem vært að fylgja, þá getur ekki verið viss að þetta sé viðkomandi manneskja að tala. Þegar gervigreindin getur búið til manneskjuna, senda á hana andlit, það getur önnur manneskja verið að tala en það búið að breyta röddina á andlitinu. Þannig að við erum komin í einhvern svona hliðar raunveruleika sem svolítið erfitt og að fóta sig, það alveg hálkaðan. Já, og þess vegna reynir ennþá meira á okkur sjálf að treysta á okkur en ekki grípa það sem sagt þarna úti og þess vegna verður ennþá mikilvægur og ég hugsa þetta svolítið út frá því að við erum að hækka í tíðni og við erum að tala að fara inn í 5. víddina og allt það. Í 5. víddina förum við ekki ein og sjálf með gervigreindinni. Nei. Við gerum það ekki. Hún á ábyggilega eftir að vera notuð í marga góða hluti en 5. víddin snýst samfélag og að búa í samfélagi og koma saman og vinna saman og þar kemur þetta mannlega bara ekki staðinn fyrir neitt. Það bara, við verðum að leyfa okkur að tengja sem manneskjur, eiga þessi orkuskipti sem eiga sér stað þegar við hittumst og að njóta þess í raun. Og bara vera gagnrýnin á það sem við sjáum og heyrum því að við vitum bara ekkert hvaðan það að koma. Mun síður nú en áður. Algjörlega, það bara svo mikið af upplýsingum, það svo mikið flóð af upplýsingum að við þurfum svolítið mikið að spá í hvað rétt og hvað ekki og þá skiptir máli bara að finna. Við verðum að finna það svolítið sjálf. Hvað rétt og hvað ekki og það hjartað besti aðdæði. Já. Og talandi hjartað, að við erum að fara til Skotlands aftur. Já, með hjartanu. Með hjartanu. Upplifunarferð. Já, hjartað Skotlands verður farið 4. til 11. júní, núna 2025. Og við hvetjum ykkur, ef hjartað ykkar kallar Skotland, að kíkja inn á heimasíðuna okkar og sjá ferðalýsinguna og það allar praktískar upplýsingar komnar inn núna. Þannig að við hlökkum alveg gífurlega til að fara með næsta hóp út. Þá ætlum að fara með 1 íslenskumælandi og 1 enskumælandi. Þannig að þið vitið að fólk í útlöndum sem geti haft gaman eða enskumælandi á Íslandi sem geti haft gaman að Skotlandsferð láta vita. Endilega. Og allt innifalið í pakkanum verðum á dásamlegum stað í húsi út í sveit og sem við höfum út frá. Já, fáum bara að njóta. Það virkilega hægt að slaka á og upplifa og vera og við ferðumst hægt og rólega. Ekki neinum sýndarveruleika. Nei. Við verðum það verður ekki svona heilmyndir á okkur. Nei, það verður engin gervigreind notið við þetta. Þannig að já, við erum ekki að fara þangað. En svo Englaríkinámskeið. Já, þetta 13. október. Englaríki 1 og 2. 1 og 2, já. Þannig að ef þú hefur áhuga á heilun eða kynna þér heilun og gera eitthvað gott fyrir þig, að þá hvetjum við til þess að kíkja á vefinn okkar og skoða Englaríkinámskeið. Það alveg dásamleg upplifun. Já, en þangað til þá bara hvetjum við ykkur til að nota innsæi, nota hjartað, vera gagnrýnin á það sem þið lesið og sjáið og heyrið og bæði skrifað og í myndum og hvar sem og að vera vissum að uppruni upplýsingarna sem þið að fá sé réttur og líka bara velta fyrir ykkur kannski einmitt tilgangi gervigreindar og að finna í hjartanu hvar þið
væru til í að nýta ykkur gervigreind og hvar ekki og hvar þið dragið ykkar mörk. Það sem mjög mikilvægt að vera og speglur því. Ég held nefnilega að það sé eins og við höfum nú oft talað í okkar vinnu að það ekkert hægt að rannsaka allt. Við getum sagt fullt af hlutum sem við upplifum en kannski ekki búið að rannsaka. Og hvar það í gervigreindinni og allt það. Þannig að það mennskar, það mannlega. Það nefnilega svo mikilvægt og að við höldum áfram að okkur og spyrjum okkur reglulega hvað rétt fyrir mér. En þangað til, njóttu lífsins. Takk fyrir.